Tvöfalt fleiri börn á Gaza glíma við bráðavannæringu eftir að Ísraelsher lokaði fyrir mannúðaraðstoð í byrjun mars. Þúsundir barna eru alvarlega vannærð. Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata, nýr kanslari Þýskalands. 2 atkvæðagreiðslur þurfti til á þýska þinginu áður en Merz fékk nægan stuðning meðal þingmanna. Fundur stendur yfir á Alþingi þar sem tekist á veiðigjaldafrumvarp atvinnuvegaráðherra. Þingmenn hafa rætt málið í rúmar 13 klukkustundir. Ríkisstjórnin hæstvirt ætlar að þröngva vanhugsuðu og hroðvirknislega unnu frumvarpi hér í gegn. 3 daga heimsókn forseta Íslands til Svíþjóðar hófst í dag. Forsetinn ræddi sameiginlegar áskoranir þjóðanna og fundi með forsætisráðherra Svíþjóðar ásamt því að fagna nánu sambandi ríkjanna. Tákn eins og broskallar og annað geta komið í stað orða í rafrænum samskiptum. En það leggja ekki allir sömu merkingu í þau og þau geta komið af stað alls konar misskilningi. Gott kvöld. Frá áramótum hafa meira en 9.000 börn á Gaza þurft meðferð vegna alvarlegrar vannæringar. Að minnsta kosti tvöfalt fleiri börn þjást af bráðavannæringu eftir að Ísraelsher lokaði fyrir mannúðaraðstoð í byrjun mars. أسامة المفروض وزنه يكون 16 كيلو للإنسان بعمر 5 سنوات 16 كيلو. الآن وزن أسامة 9 كيلو وبنقص كمان. طبيعة هذول الأطفال المرض المعرضين غالبا يكون عندهم حساسية للحليب البقري وللأسف لا يوجد بديل حاليا داخل قطاع غزة نتيجة الحروب وإغلاق المعابر. Khaled 9 mánaða á spítala í 5. sinn vegna vannæringar. من كتر النزل المعوي صار معاه جفاف ومن كتر الجفاف اللي صار معاه سوء تغذية حاد. هو كان معاه سوء تغذية بس ما كانش حاد. فالحين صار معاه سوء تغذية حاد. Einkenna vannæringar einnig farið að gæta hjá 2 eldri börnum með DAT. مع زيادة الأسعار ومع زيادة تسكير المعابر ومع زيادة إنه قلة الأكل فصار عنده سوء تغذية أكثر وضعف أكثر وعظمه كله بين. يعني حتى الأطفال السليمين الأطفال بدون أي أمراض مزمنة صاروا بيجونا في أعراض حادة لنقص غذاء. Og á öðru sjúkrahúsi á Gaza hinn 5 mánaða Suar. كان وزنها 4 كيلو، الحين وزنها 2 كيلو و900. يعني حالتها بدت تسوء عن قبل. كتير خايفة على حياتها، هي البنت أول بنت عندي. هنا في الشهداء الأقصى 80% من الأطفال الذين يزوروا طوارئ قسم الطوارئ يعانون من سوء التغذية اللي هي بعض أنواع الحليب الخاصة بسوء التغذية ذات السعرات الحرارية المرتفعة، ولكن للأسف لا يوجد عندنا أي علاج نستطيع أن نقدمه. 2 atkvæðagreiðslur þurfti til í þýska þinginu í dag áður en Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata, var kjörinn nýr kanslari Þýskalands. Þetta í fyrsta skipti sem kanslaraefni tapar kosningu af þessu tagi. Það var rafmögnuð stemning í þýska þinginu í Berlín síðdegis þegar kom að því að tilkynna úrslit úr atkvæðagreiðslu númer 2 kjör Friedrich Merz sem næsta kanslara Þýskalands. Enda engin furða, Merz tapaði fyrstu atkvæðagreiðslunni í morgun, þótt flokkur hans, kristilegi demókratar og sósíaldemókratar sem standa nýrri ríkisstjórn, séu með meirihluta á þinginu. Mitgliederzahl 613, abgegebene Stimmzettel 618, ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 289 und Enthaltung 1. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an? Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an. Merz gekk síðan á fund forseta Þýskalands Frank-Walter Steinmeier sem útnefndi Merz formlega. Hann 10. kanslari Þýskalands frá stríðslokum en sá fyrsti sem tapar kosningu af þessu tagi í þýska þinginu. Þetta var áfall fyrir Merz og þýskir stjórnmálaskýrendur eru nánast á einu máli að staða hans hafi veikst. Meirihluti kristilegra demókrata og sósíaldemókrata frekar naumur í þinginu og ósættið í röðum þeirra með mörg stefnumál nýs kanslara kom berlega í ljós í atkvæðagreiðslunni
útvarpinu í morgun. Hingað heim. Fyrstu umræðum veiðigjaldafrumvarp atvinnuvegaráðherra var framhaldið á Alþingi í dag. Þingfundi lauk á miðnætti í gær og þá voru þingmenn búnir að ræða málið í 8 klukkustundir. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa lýst yfir áhyggjum af áhrifum frumvarpsins á útgerðir og fiskvinnslufyrirtæki. Stjórnarliðar hafa hins vegar sagt að frumvarpið feli í sér leiðréttingu sem sé ekki íþyngjandi fyrir sjávarútvegsfyrirtæki. Það byrja að segja upp beitningarfólkinu, starfsfólkinu. Það byrjað að bregðast við svo fyrirtækin lendi ekki í mínus og það eru litlu og meðalstóru útgerðirnar sem byrjað að bregðast við. Þar munu áhrifin koma fyrst fram. Það með ólíkindum að hversu öfgafullt talað þessi mál hér. Það talað að hér séum álögur og skattaræða þegar við erum í rauninni að tala að hækka gjaldið á auðlindinni. Það talaði að frítekjumarkið sé afsláttur. Það snúið einhvern veginn út úr öllu til að láta þetta líta sem verst út. Ríkisstjórnin hæstvirt ætlar að þröngva vanhugsuðu og hroðvirknislega unnu frumvarpi hér í gegn. Hún neitar að ræða áhyggjur greinarinnar sjálfrar og sérfræðinga af því hvað áhrif þetta muni hafa í stóra samhenginu. Það liggur fyrir að stærstu fyrirtæki landsins í sjávarútvegi geta vel staðið undir því að borga meira. Og það liggur fyrir að það ekkert í þessu frumvarpi sem mun leiða af sér þann harma heim sem stjórnarandstaðan boðar. Já, svona voru umræðurnar á Alþingi í dag. Stjórnvöld hafa sagt að breytingarnar hafi meiri áhrif á stóru útgerðarfyrirtækin sem hafa hagnast mest á undanförnum árum. Veiðigjaldi gæti hækkað alltaf 10 milljarða á ári samkvæmt þeim breytingum sem lagðar eru fram í frumvarpi atvinnuvegaráðherra. Helstu breytingar eru þær að framvegis á að miða veiðigjald uppsjávartegunda eins og makrils, kolmunna og síldar við markaðsverð í Noregi en ekki við það verð sem fæst í sölu milli skyldra aðila hér á landi. Þá er lagt til að veiðigjald botnfisktegunda eins og þorsks og ýsu miðist eingöngu við verð á innlendum fiskmarkaði. Hingað til hefur einnig verið miðað við verð sem fæst í beinni sölu og þá oft milli skyldra aðila. Gert er ráð fyrir að veiðigjald af uppsjávartegundunum hækki 3 til 4 milljarða árlega og 5 til 6 milljarða fyrir þorsk og ýsu. Anna Lilja Þórusdóttir fréttamaður, þú ert á Alþingi, stendur þingfundur enn yfir? Já, hann stendur ennþá yfir og það hefur verið rætt veiðigjalda frumvarp matvælaráðherra síðan klukkan 1:30 í dag. Nú það búist við að umræður standi allavega fram að miðnætti og hugsanlega lengur. En við höfum leitað álits víða og rættum meðal annars við bæjarstjóra á landsbyggðinni og þar eru skiptar skoðanir áhrif frumvarpsins. Nú þar sem annar sagðist telja að það væri jákvætt fyrir rekstur smærri sjávarútvegsfyrirtækja, þá taldi annar að áhrifin yrðu neikvæð. Það hækkun á afsláttum í þorsk og ýsu úr 20 milljónum upp í 50 milljónir sem hefur mikil og jákvæð áhrif á fyrirtækinni hjá mér, þessi smærri og meðalstóru fyrirtæki, þannig að það er jákvætt. Við bókum í bæjarráði það að okkur þætti þetta koma illa við minni og meðalstóra vinnslur og útgerðir og þetta mun hafa gríðarlega áhrif að því að við teljum á þær og sérstaklega á þessum minni stöðum. Ég er svolítið svekktur með að það farið í greinagerðin með frumvarpinu farið mjög ítarlega yfir hvað áhrif þetta hefur á tekjur ríkissjóðs og það talið upp hvaða í krónum og aurum. En svo bara að tala að líklega þetta hafi þetta ekki mikil áhrif á útsvarstekjur sveitarfélaga sem mér finnst ekki nógu gott vegna þess að eins og hjá okkur þá erum við með 50% af okkar útsvarstekjum í gegnum fiskveiðar og fiskvinnslu. Hækkun á þessu gjaldi mun hafa mjög miklar afleiðingar fyrir þær upp á það að afkomu til framtíðar. Og við erum að sjá það að ef á versta veg fer þá erum við að sjá fram á að það getur orðið mikið atvinnuleysi í minni þorpum sem reiða sig mjög mikið á útgerð og fiskvinnslu. Já, hérna heyrðum við í 2 bæjarstjórum, en hvað finnst fólkin í landinu? Já, okkur langaði nefnilega gjarnan til að fá að vita það og reyndum að ná tali af fólki svona víða land.
Það voru margir, fremur tregir til að tjá sig, töluðum að þeir inni við sjávarútveg eða töluðum hagsmuna árekstra, en við náðum þó tali af fólki á Flateyri og á Seyðisfirði. Hvað finnst þér að nú að hækka veiðigjöldin? Hvað finnst þér það? Ég finnst það bara mjög eðlilegt og allt í lagi þannig. Ég veit ekki nákvæmlega hvað prósentan há en það allt í lagi að hækka. Það til borð fyrir báru. Þannig að það fyrir engin, stoppar engin út af því. Ekki allt svona þetta sanngirnissjónarmið sko. Mér sýnist nú öllu að það sé nú geymt einhvers staðar ofan í skúffu. Mér finnst þetta bara besta mál. Ég held að sem nægur peningur til í sjóðunum. Þeir ráða alveg við þetta held ég. Hefur engar áhyggjur af því að það verði samdráttur í sumum sjávarbyggðum? Samdrátturinn búinn að vera hér nú þegar, þannig að það ekkert af neinu til að draga saman. En hvað finnst þér eins og málflutning útgerðarmanna hvart undan þessu og tala að flytja vinslur erlendis jafnvel? Þeir eru búin að vera að gera það undanfarin ár. Þeir hætta nú varla. Ég ætla bara að vona að það náist gott samkomulag í þessu. Já, þetta sagði fólk við okkur í dag, en við kveðjum hérna í bili frá Alþingin höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með umræðum. Já, takk fyrir það Anna Lilja, við fylgjumst áfram með þessu máli að sjálfsögðu. En þá að öðru. Forseti Íslands og forsætisráðherra Svíþjóðar eru sammála að samband ríkjanna sé sterkara en nokkru sinni fyrr. 3 daga opinber heimsókn Höllu Tómasdóttur hófst í morgun. Forseti Íslands fekk höfðinglegar móttökur við konungshöllina í Stokkólmi. Með í för eru utanríkisráðherra og heilbrigðisráðherra. Eftir móttökuna ávörpuðu Halla og Karl Gústaf Svíakonungur blaðamenn. We look forward to the 16 days ahead, highlighting issues where our countries have much to learn from each other. Once again, we wish you a warm welcome to Sweden. Thank you very much. I need to start by testing our friendship because my glasses were left. So now I'm looking for a friend with glasses so I can see what I want to say. Ours is a friendship rooted in trust, in shared values and in deep sense of regional solidarity. Hádegisbil hélt Halla ásamt utanríkisráðherra á fund forsætisráðherra Svíþjóðar. Together the Nordics are stronger, safer and better equipped to navigate an uncertain global landscape. And uncertainty has perhaps not in modern times been more evident than it is right now. And then you talk a lot about security. Will we see Swedish NATO troops in Iceland in the future? Well, I will leave it to the Defense Minister of Iceland to answer the latter question. But to the first question, I would say on all fronts that we spoke about. But it is very clear that we have a focus on this trip around healthcare. More than half of our doctors do specialist education here in Sweden. Dagskrán í dag líkur með hátíðarkvöldverði í konungshöllinni. Ásamt stjórnmálafólki fylgja forsetahjónunum viðskiptasendinefnd og sendinefnd á sviði sjónvarps og kvikmyndagerðar. Helstu áskoranir Íslands í efnahagsmálum að ná verðbólgumarkmiðum og bæta svigrúm ríkisfjármála. Þetta kemur fram í nýju áliti sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Sjóðurinn spáir 1,8% hagvexti á þessu ári og mælir með áframhaldandi stýrivaxtalækkun. Verðbólgan haldi áfram að hjaðna og verði komið niður í 2,5% seint á næsta ári. Þá verði bein áhrif af aukinni spennu í milliríkjaviðskiptum takmörkuð. We believe the direct impact of increasing global trade tensions will be limited, given that most of Icelandic exports go to Europe. Of course, that assumes that pharmaceuticals, which are more reliant on the US export market, remain exempt. However, Iceland will be indirectly affected by lower growth in its trading partners. In addition, there is a risk that the tourism sector in Iceland could be adversely affected if there is a reduction in travel to and from the US. Þau eru lítil og sakleysisleg en geta virkað eins og sprengjur í samskiptum. Það er mismunandi hvaða merkingu fólk leggur í tjákn, þar sem einum þykir jákvætt getur öðrum fundist ergasta móðgun. Veistu hvað þýðir að nota tjákni fyrir þetta í rafrænum samskiptum? Eða þetta
eða kannski þetta. Nú ef ekki, þá ættir að hugsa því allavega tvisvar vegna þess að þessi tjákn hafa oftar en ekki kynferðislega merkingu. Þessi tjákn sem að svona lýsa einhvers konar mat, að það getur nú bara verið stór vafasamt að nota þau. Og þess vegna heldur Dale Carnegie námskeið notkun tjákna, ekki síst fyrir fólki í atvinnulífinu. Við viljum bara hvetja fólk til þess að vita hvað það er að segja. Hvaða merkingu leggur í þetta tjákn? Að vera leiður eða þreyttur, eitthvað svoleiðis. Ég myndi svona skjóta á að þetta væri sem sagt fallin frá. Þetta er eitthvað sorglegt. Eitthvað svona sorglegt, eða þú veist, það er svona, já, þú veist, þetta er svona rós sem er að deyja. Þetta er, þennan nota ég mjög mikið, þetta er oft, þú veist, þetta er þetta er eins og hlátukallinn nema bara, hann er dauður. Það gefur svona svolítið skinn á að hafa dáið úr hlátri. Þessi er svolítið leiður. Dauð af hlátri eða dauð af einhverju svona, finnst eitthvað fyndið. En þessi? Þetta er eitthvað sem er ömurlegt eða dauði. Þessi er mjög leiður. Alveg að fara að gráta. Ég held ég hafi ekki notað hann, en það er örugglega að nota hann í mörgum kringumstæðum. Þetta er svolítið svona eins og ég er búinn að fá á Trump, sko, alveg hingað og ekki lengra. Heitt, kannski. Já, heitt. Hvað með þennan? Þessi er bara sæll og ánægður og glaður með lífið. Þetta er basic broskall. Þetta er svona passive-aggressively að segja vá, þetta er flott hjá þér, eða hitt þó heldur. Þessi er glaður. Ánægður með þetta. Jú, það vera svona passive-aggressífur, fattari. Og svo er reyndar kynslóðamunur á hvort að þetta er viðeigandi eða ekki. Þetta þýðir bara ok, staðfest, gott mál hjá kannski eldri kynslóðinni, en fyrir yngri kynslóðina þýðir þetta ég nenni ekki að tala lengur. Og svo er það broskallinn vegna þess að það er ekki alveg sama hvernig hann brosir. Og bara til dæmis svona hefðbundin broskall, hann getur bara þýtt bara bros fyrir eldri kynslóðina, en einmitt eitthvað bara svona, já, vandræðalegt fyrir yngri kynslóðina. Já, það er vandlifað. Tískusýning útskriftarnema í fatahönnun frá Listaháskóla Íslands fyrir fram í Hörpu í kvöld. Það er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, er allt að vera klárt? Já, það er alltaf verið að klárt enda hálftími rúmur í sýninguna sjálfa og hér var að klárast rennsli og hér verið að gera og græja og gera módelin hjá nemendunum tilbúna. Það eru 9 útskriftarnemar sem eru hérna að sýna og hjá mér er einn þeirra, Arnar Freyr. Arnar, hvaða hugmyndir ert þú svona að vinna með? Sko, ég er aðalega að vinna með að blanda saman herratísku og töfrum eins og sést hérna herramönnunum fyrir aftan mig. Hugmyndin er að taka svolítið klassísk töfrabrauð og túlka það einhvern veginn í fatnaði sem annarkvæmt eiginleiki eða bara flíkin sjálf. Og hjá okkur hérna er líka hún Ragna, fagstjóri hjá Listaháskólanum hjá fatahönnunadeildinni. Ragna, hvernig hefur svona árið verið hjá útskriftarnemum? Það hefur gengið rosa vel, þetta er náttúrulega mjög langt ferli. Við byrjum bara síðasta haust hérna með þau í rauninni bara svona að vinna með sitt eigi konsept, fara gegnum alls konar svona módúl þar sem eru að vinna í búa til silhúettur, vinna með textíl, bara þróa hugmyndina sína í rauninni áfram. Þannig að svona miðað við það sem ég hef séð það er mikil gróska, þannig að framtíðin hjá útskriftarnemum hérna í fatahönnun er björt eitthvað? Já, hún er það sko. Við erum bara með rosalega góðan hóp sem er klára núna og bara í rauninni allir nemendur sem eru hjá okkur núna þá eru bara max með umsóknir núna í ár líka. Þannig að þetta er bara, já, við erum rosa spennt fyrir framtíðinni. Og Arnar, kannski fæði lánaðan hérna, hvað eru svona framtíðaplönin hjá þér? Herðu, það er meistarinn á móti, París er markmiðið. Þannig að við sjáum þig kannski á tísku pöllunum, þína hönnun bara innan fárra ára? Skulum vona það. Frábært, herðu, kæra þakki fyrir þetta Arnar og Ragna og gangi ykkur vel í kvöld, en fyrir áhugasama þá eru dyr opnar hérna í Hörpunni fyrir þá sem að vilja koma að kíkja, en við kveðjum að sinni. Takk fyrir það, Erla, það er spennandi að sjá hvað verður á tískupöllunum næstu árin. En í Kastljósi í kvöld þá verður fjallað stöðuna á Gaza í ljósi áforma Ísraelsmanna að herða hernaðaraðgerðir á svæðinu. Rættir við Magnús Þorkel Bernharðsson, prófessor í miðausturlandafræði frá Boston, en gestur þáttarins er Hrafnhildur Sverrisdóttir hjá Alþjóðadeild Rauða krossins á Íslandi.
Hiti slagaði nærri 18 stigum á norðausturhorninu í dag og viðbúið að álíka hitatölur náist í bjartviðrin á þeim slóðum á morgun, ef ekki eilítið hærri. Aðrir landshlutar munu ekki njóta viðlíka gæða. Því rigna munum mest allt sunnan og vestanvert landið og verður vindur nokkuð stífur. Litlar breytingar verða svo á veðri fyrir en helgin gengur í garð, en spákortin gera þá ráð fyrir bæði þurru og björtu veðri víða land. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Tvær af farsölustu handboltakonum landsins léku sinn síðasta leik í gærkvöldi þegar framféll úr leik í úrvalsdeild kvenna í handbolta. Þakklæti þeim eftir í huga en söknuður mun örugglega koma síðar. Klínur sem harpiks á sig og fara að öskra á liðsfélagina. Spænska ungstirnið Lamine Yamal sem aðeins 17 ára gamall snillingur að mati þjálfara hans. Yamal bar lið Barcelona á herðum sér í fyrri undanúrslitaleik meistaradeildarinnar gegn Inter en sá síðari í kvöld. Og serbneski risinn Nikola Jokic fór enn á ný fyrir liði Denver sem vann besta lið NBA-deildarinnar óvænt í fyrsta undanúrslitaleik liðana í verstu deild NBA-deildarinnar í nótt. Íþróttir eftir andartak. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Tvöfalt fleiri börn á Gaza glíma við bráðavannaringu eftir að Ísraelsher lokaði fyrir mannúðaraðstoð í byrjun mars. Þúsundir barna eru alvarlega vannar. Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata, nýr kanslari Þýskalands. 2 atkvæðagreiðslur þurfti til á þýska þinginu áður en Merz fékk nægan stuðning meðal þingmanna. Fundur stendur yfir á Alþingi þar sem tekist á veiðigjaldafrumvarp atvinnuvegaráðherra. Þingmenn hafa rætt málið í rúmar 13 klukkustundir. 3 daga heimsókn forseta Íslands til Svíþjóðar hófst í dag. Forsetinn ræddi sameiginlegar áskoranir þjóðanna og fundi með forsætisráðherra Svíþjóðar ásamt því að fagna nánu sambandi ríkjanna. Tákn eins og broskallar og annað geta komið í stað orða í rafrænum samskiptum. En það leggja ekki allir sömu merkingu í þau og þau geta komið af stað alls konar misskilningi. Næstu fréttir verði í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En þessum fréttatími lokið, verið sæl. Eurovision-veislan framundan á RÚV. Strákarnir okkar opna keppnina í Basel þriðjudaginn 13. maí. Seinni undankeppnin fer fram fimmtudaginn 15. maí og sjálft úrslitakvöldið verður laugardaginn 17. maí. Í þáttunum Póstkort bræður í Basel sýnir frá ferðalagi íslenska hópsins í Basel þar sem ýmislegt ber á góma.